en ég með 3 mál allan sem ég með í hausnum á mér sem að ég veit að eru að mínu mati tálmanir. Já. Og þá ég ekki að tala nei, þú mátt ekki fara til pappa eins heldur, pappiðin aumingi. Pappiðin var ógeðslega vondur við mig. Já. Pappiðin þú veist, ömurlegur pappi. Hann hefur engan áhuga að vera með þér. Sér hann bara með nýja kærustu. Eitthvað svona sem að ég myndi líta á sem tálmun þegar bara pappin ofbeldismaður. Þú veist. Já, þetta ofbeldi gagnvart barni. Já. Og þú veist, þetta ég séð bara í kringum mig og ég hef séð konur í kringum mig sitja við borðið og segja pappin náttúrulega algjör aumingi og barnið situr þarna eða pappin hefur aldrei tíma fyrir þig, þú veist. Og segja þetta fyrir framan barnið og fyrir framan mig og ég bara eitthvað, þú veist, mér finnst þetta vera líka svona tálmun eða bara, þú veist, að vera eitra svolítið hugan. Er barnið að vilja heimila samt? Nei, ekki lengur. Nei, sko, þetta myndi maður kalla bara tilfinningalegt ofbeldi og andlegt ofbeldi. Já. Þetta bara reynt og klart ofbeldi gagnvart barni. Já. Sko, það annar mál að upplýsa pappiðin fíkill og það þess vegna svo fer ekki til hans. Þegar í lagi þá gengur það upp. Það allt annað. Já. En pappiðin bara fíbl að fá þetta yfir höfuð, skilur, og veit ekkert á hverju. Nei, þú veist, þetta er allt annar hlutur. Og vera með þennan talsmáta fyrir framaböð bara mjög, mjög ljótt. Já. Og barnið náttúrulega, þú veist, ef ég með tortrunnlega á föðu mínum, að því hann fíbl að fá þetta, mömmu finnst það, sko. En oft það þannig að börn eiga kannski góð kynni af foreldrum sínum og vita betur. En þau þora bara ekki að vera í þessu að fara á milli. En ég veit náttúrulega ekki, ég þarf kannski að sjá dæmið, þú veist, til að geta skilið þetta. Ef þetta markvist tilgangur að koma í veg fyrir umkynni með þessu tali og svar ekki síma, vera ekki til staðar, allt þetta, þá ertu náttúrulega að gera allt mjög erfitt. Já. Ef ég get aldrei ákveða með þig hvenær sumarfríið. Eða ég get aldrei svarað hvort ég verði heima þótt að sækja barnið, eða ég búin að sækja það í leikskóla þótt að sækja það. Já. Þetta náttúrulega bara svona talmuna tilburðir, skilur. En svo kannski sérðu það stundum og stundum ekki. Og þetta náttúrulega bara mjög slæm framkoma. Já, og mér finnst svona, að því að ég man alveg eftir því þegar maður var lítill að þá trúði maður mamma og pappi segja alltaf satt. Já. Þú veist. Og ég man alveg eftir líka bara þegar ég fatt að foreldrar mínu væri ekki fullkomnir. Já. Og þau hefði ekki alltaf rétt fyrir sér. Ég mani þetta ennþá. Þá var ég bara eitthvað, ókei, ég þarf, þú veist, það ekki allt sem þið segja, en þá var ég alveg, þú veist, orðin stór. Maður hélt einhvern veginn alltaf að maður fengi réttu upplýsingarnar. Já, þetta rétt hjá þér. Og ég hugsa að, þú veist, þegar kona talar pappa niður, alveg markvist, og ekkert endilega með svona ljótum orðum heldur, hann upptekinn? Já. Pappinn náttúrulega bara að fara til Kanarí með nýju kærustinni, eitthvað svona. Já. Að þetta hljóti að, þú veist, búa til gremju hjá krakkanum, þú veist, gagvart þessu foreldri eða pappanum, þetta yfirleitt, finnst mér, allan í kringum mig, það eru konurnar sem eru svona, og finnst þær eiga meiri rétt á umgengni heldur pappinn og svona, þú veist, að því þær eru mæðurnar og svona, þú veist. Það enda svolítið gilt sjónarmið. Já. Þú veist, það eins og það þessi börn hafa verið engetinn og þú ert svolítið að gera pappanum greiða stundum að mega fá barnið. Einmitt. Sko, það kannski annað með litlu börnum, brjóstabörnum og allt þetta hér, sko, litlu, en þetta náttúrulega bara sjónarmið, skilur, sem ekki gilt. Nei. Og auðvitað þú talar illa foreldri og þú ert með svip og tón. Þetta náttúrulega bara, þú ert að stýra og stjórna við honum barnsins, skilur þau. Það náttúrulega mjög neikvætt. Já. Við barnsfæmin, við ákvæmum bara þegar við skildum að við ætlum að reyna að vera vinir. Já. Og ég hugsaði með mér þegar við ákvæmum að vera með viku var að, þú veist, mitt net, þú veist, foreldrar mínu búið á landi, foreldrar hans búið inn í bænum, þau eru svona ofur amma og afi. Þú veist, ég vildi bara að hún fengi jafnan tíma með þeim líka. Já. Sem hefur alveg borgað sem hún mjög náinn þeim og hefur alltaf átt þar skjól og svona, þú veist, þannig að mér finnst það skipta mjög miklu máli að börn fái líka þegar þau eru svona lítil að tengjast pöppum sínu, sko. Ég er algjörlega sammálaður og það líka svolítið merkileg stundin, sko, í svona sömu þessari mála að þá sko eiginlega mikilvægara að
sko, það er eiginlega ekkert mál aðlögum hjá dámum en að pappin fá umgangusbarnið, það getur verið stórmál. Já. Og það er náttúrulega bara stjórnsemi. Já. Og að mega sækja barn kannski klukktíma fyrir leikskóla. Ég meina, það bara má ekki, það þarf að klára skóladaginn. Já. Einhver 3 ára þarf að klára skóladaginn. Sko, þetta er náttúrulega bara þvæla. Já. Auðvitað þegar maður að passa það að vera ekki trufla starf leikskólans með einhverju rugli. Já. En það er ekkert stór hættulegt á að barn sér sóklunum 3, einhver daginn í vikunni eða 2 ef það er hægt. Þú veist, eða barn fá að sofa heima hjá föður eins og að gista hjá ömmu, sko. Já. Það er einhvern veginn, en þetta snýst kannski, auðvitað ef það vantar tengslinn, þá er þetta erfitt. Maður hendur bara ekki börnum einhvern veginn ef það vantar tengsl. Nei. Það þarf að hjálpa stundu til að búið tengsl, en öðru leiti þá er þetta alltaf bara stjórnsemi. Og eins og þú nefndir réttilega með dóttur þína, að fyrir börn að eiga sterkt og gott bakland er ómetanlegt. Og hvort sem það er í föður og móðurfjölskyldu eða stjúpfjölskyldu, þetta er allt gríðarlega mikilvægt. Já. Ég hef bakland, mér líður vel, ég er elskuð, ég er eftirsótt. Þetta skiptir allt máli. Já. Og þess vegna er þetta rosalega svona sorglegt ef að, skulum bara tala sumum tilökum mæður, eru þarna staddar í skil eða vantreysta. Eða er einhver nýstla eða alvarlegt í gangi. Já. Ég skil það vel. En ef það er ekki, og þú ert bara ógeðslega pirruð eða eitthvað, að því hann gerði þetta og saði þetta var svona, og mamma hún saði eitthvað einu sinni og það er svona hægt að taka hann út af sakramentinu við eilífu, sko. Já. Að þá þarf maður að staldra við. Já. Maður þarf svolítið líka að hugsa og svo svolítið líka að hugsa. Þegar þú ert að gera þetta, þú ert að svona, börnin ekki að fara milli heimila og þú ert komið nýja maka, hugsaðu það líka. Makin náttúrulega fyrst og fremst í þessu sambandi og þér. Já. Þið þurfum líka svolítið tíma. Sama sem par. Já. Vinni í parasambandinu. Já. Og barnið græðir á því að þið séu góðu sambandi. Skilur, þetta er svona, þetta virkar í allar áttir. Já. Þetta sé svolítið svona, þetta er rosalega víðfemt náttúrulega umræðefni. Mér langar að því að tala svona umtal og samtal og allt það. Sko, maður er líka, ef maður er þarna staddur í mörg ár, þá er maður ekki almennilega skilin. Nei. Skilur. Nei. Þú veist, ef þú getur hleypt þessari mannesku svona upp í tilfinningarlífiðinu, mörgum árum út af því einhverju, þá ertu ekkert búin að klára þetta. Nei. Sko, ég er alltaf sett varnaglan á ef það er eitthvað alvarlegt að. Já. Og þá segir bara, þá er það barnaverndarmál. Maður segir alltaf ef við óttast velferð barnsins, þá er það náttúrulega afhendir ekki barnið. Nei. Skilur við. Hverju sem er. Það skiptir engu máli. Og lögheimili skiptir ekki það máli. En ég myndi skoða ef ég sæti hér í dag og væri bara með því líka gremju og leið og ég færi nú að tala hann vann þarna sem ég skildi við hann einhvern mann og ég væri komið vipur og tón og skilur, þá er ég bara enda með henni í taugakerfinu. Já. Skilur við. Og þá þarf ég einhvern veginn að hugsa langa mig að vera þarna. Já. Er þetta áhugavert fyrir maka minn að finna það að ég get bara lagst á hliðina skilur við, hvers getið sem einhver nefndur hann af. Þá myndi ég segja, nú skal þú bara fara að vinna hans í sjálfið þér. Klára þennan skilnað.